förum vestur í Dali með henni Vilborgu Davíðsdóttur. Vilborg, þessi staður heitir Krosshólaborg. Hvers vegna erum við hérna? Við erum hérna vegna þess að þessa staður er sérstaklega getið í frásögn Landnámu af Auði djúpúðgu. Það er sagt frá því að hún hafi verið skírð og vel trúuð, sem var auðvitað mjög fágætt á þessum tíma, 9. öldinni þegar hún kemur til Íslands. Þá er heiðinni alríkjandi. Og það er sagt að hún hafi reist krossa og beðist fyrir á Krosshólum. Þannig að hér hefur hún þá staðið með útrétta armana þegar hún baðst fyrir, því að það þurfti ekki kirkju. Það voru auðvitað engar kirkjur í landinu á þessum tíma. En í þessum keltneska siði, eða bara í þessa tímakristni, að þá dugði krossin til að beðast fyrir. Þar sem að krossin er, þar er fundarstaður Guðs og manns. En svo hefur verið reist hérna þetta tilkomumikla minnismerki síðar. Já, þessi mikli kross er reistur hérna í sveitinni fyrir sirka 50 árum til minningar hana, og á hann eru letur orðin og Landnámu komu hennar hingað. Það er frásögn af því að hún er kristin, en kristin helst samt ekki eftir hennar dag, og svo er saga af því hvernig hún er greftruð. Já, það er sérstaklega tekið fram að kristnin hafi ekki haldist, að frændur hennar hafi ekki haldið kristnina, og þeir hafi síðan fyrir að trúa því að þeir dæju í þessa Krosshólaborg, að þeir hefðu dáið í fjallið, eins og er reynda nefnt fleiri landnámsmenn, að það kemur þessi sterka trú að þú ert svo sterkur hluti af náttúrunni að þú bara deyrði í fjöllin og hólana. En það er sagt frá því að já, hún hafi verið greftruð í Flæðarmálinu í Hvammsfirði, og það hafi verið gert vegna þess að hún hafi verið skírð og vel trúuð og vildi ekki hvíla í óvígðri jörð. Það eru auðvitað engir prestar til að vígja neina grafreiti. En það er til svo saga sem hún hefur mögulega þekkt, og hún er sögð í elsta handriti Íslendinga, sem er íslenska hómilíubókin, að fólk hafi haft að trú að þar sem að Kristur hefur verið skírður í Jórdan, þegar Jóhann Baptisti, eins og hann er kallaður þar, Jóhannes skírari, þegar hann skýrir Krist í ána Jórdan, að það helgast öll vötn jarðar þar af, og þá skiptir auðvitað engu máli því Jórdan renni í Dauðahafið sem er aflokað stöðuvatn, heldur verða bara öll vötn heilög af því. Þannig að þegar sjórinn flæðir yfir sandinn, að þá er þetta heilaga svæði, sjórinn sem getur gefið okkur lífið en getur líka tekið það, og er yfirnáttúrulegt svæði. Þetta er falleg hugsun, en þú ert að klára þennan þríleik Auði djúpúðgu, og hvar byrjar þetta? Sagan byrjar í Suðureyjum, þar sem hún er fædd og uppalin, eða uppalin að minnsta kosti. Hún kemur líklega frá Noregi með föður sínum og fjölskyldu sem koma frá Noregi. Síðan er hún gefin í hjónaband Ólafi herkonungi, Ólafi hvíta, sem var konungur yfir Dublin, og hún hlýtur að hafa farið með honum, verið drottning í Dublin, og fyrsta bókin segir frá því og þeim atburðum sem síðan verða á milli Ólafs hvíta og föður hennar sem lenda í bardaga. Svo bók númer 2, Vígroði. Vígroði er að hluta til uppvaxtarsaga Þorsteins Rauðs, sem var eini sonurinn sem Auður átti, og hún er líka svona saga af því hvernig þetta veldi vex á norðanverðu Skotlandi, því að síðan meir að þá gera Þorsteinn Rauður og Sigurður Orkneyjajarl með sér bandalag, og af því er sagt í okkar heimildum, en við vitum svo lítið úr okkar heimildum en miklu meira frá Bretlandseyjamegin þessa róstusömu tíma sem eru þar. Núna í þriðju bókinni ertu loksins komin til Íslands með Auði. Þá er ég búin að byggja upp þennan aðdraganda að þessu fræga kvóti í Laxdælu sem er það að þegar hún hafi frétt fall sonar síns, að þá hafi hún látið smíða skip á Laun í Skógi og haft með sér allt frændlið sitt sem á lífi var frá Katanesi, og svo er bætt við að hún hafi haft þvílíkt fé og föruneyti, og menn þekki engin dæmi til þess að kona hafi komist úr þvílíkum ófriði með jafnmiklu föruneyti eins og hún gerði, og má af því ráða að hún var mikið afbragð annarra kvenna. En það er aldrei talað í okkar heimildum hvaða ófriður þetta var, þannig að í fyrri bókunum er ég búin að teikna það sem þar gerist, og síðan fylgi ég eftir núna frá Katanesi til Orkneyja, þar sem að ein af 6 dætrum Þorsteins Rauðs er gefin í hjónaband skoskum manni, skoskum jarli, og sögurnar segja og af þeim er komið kyn Orkneyingajarla, þannig að þetta er svona svolítið eins og hún sé að fara yfir og setja niður. Hér er settin dóttir, þaðan er komið þetta ágæta kyn, síðan fer hún til Færeyja, þar er önnur stúlka gefin í hjónaband, og af þeim er komið besta kyn Færeyinga sem heitir Göturskeggjar,
og síðan fer hún til Íslands og þar tekur við mikil atburðarás því að hún lendir í sjávarháska við suðurströndina og þó bjargast nú allt en ég þurfti svona svolítið að skoða suðurströndina og velta fyrir mér hvaða atburðir urðu þarna og hvernig komst hún svo, síðan segir sagan að hún hafi farið til Kjalarness til bróður síns sem hafði numið land þar, Helgi Bjólan hét hann og það svo einkennilegur árekstur sem verður á milli þeirra sem að tók mér langan tíma að átta mig á hvernig gæti heila að hafa ást í stað og þannig verða oft sögurnar mínar til að ég lesi eitthvað og það svo skrítið, hvernig gat þetta verið og hver einhver skýring á því en það sem gerist þetta í stað fyrir það að hann bjóð hana velkona með þetta fólk sitt og litlu börnin eftir þennan sjávarháska og ferðast langan veg yfir allt hafið, hann segir ekki verið nú velkomin og komið og hlýið ykkur veldinn og látið fara vel ykkur elsku systir, nei hann segir þú ert með 20 manns, já, nei það pláss fyrir 10. Svo kemur hún hingað og nemur stórt land við Breiðafjörð. Já, þetta feiki mikið landsvæða sem hún leggur undir sig. Hún fer í fússu þetta frá Kjalarnesi, frá Helga bróður og fer til Bjarnarhafnar, til Björns bróður síns sem þar bjó. Og þarna á þessum tíma þá virðist vera Snæfellsnesið það sé búið að nema það mestu leyti en Hvammsfjörðurinn alveg ótekin og það kannski skýring bara á því að það gríðarlega hættuleg siglingaleið hérna inn. Það Skerjagarður sem lokar bara fyrir mynni ferðarins og það þarf mjög kunnuga menn til að átta sig á ferðum hérna inn og þetta hefur veitt eitthvað skjól. Þetta gerir það verkum að það svona mikið svæði sem hún getur tekið og síðan segja sögurnar frá því að hún hafi deilt því út til þræla sinna sem hún gefur frelsi og það enn annað sem gerir hana mjög sérstaka í þessum sögum. Það sagt frá því að hún hafi gefið þrælum sínum frelsi og lönd og þetta hlýtur auðvitað að vera kristið fólk og hlýtur að tengjast því að hún sjálf kristin og kristnin leyfir ekki þrælahald á kristnum mönnum, það alltaf að þrælka aðra sko, en ekki kristna, ekki meðbræðirna. En þú skrifar 3 nokkuð þykkar bækur þetta en í rauninni eru heimildirnar rýrar. Já, ég reyndar hófferðin á því að ég tók saman úr öllum Íslendingasögunum og setti niður hvað þetta mikið. Þetta eru 10 blaðsíður með einföldu línubili og 12 punkta letri. Það ekki meira og mjög oft þetta bara verið endurtaka það sama. Það aftur að nefna hana í inngangi hérna ýmsu Íslendingasagna bara til þess að árétta það. Hún sé formóðurinn, þetta fólk komið á göfugu kyni. Hún nefnd í fyrsta kafla Njálu strax í bara 3. línu held ég sem langa Hallgerðar langbrókar og svo framvegis. Þannig að já, það þarf ofta að skálda í eyðurnar en líka svo hafa líka sagnaritarnir laga á að segja mjög mikið í mjög fáum orðum. Þú þarft að setja þig svona skáldaði inn í þennan heim miðalda. Já, mér finnst nú eiginlega ekkert lengur að ég þurfi að setja mig inn. Ég búin að búa þetta svo lengi. Fyrstu bækurnar sem ég skrifaði fyrir næstum 25 árum, þær gerast á Landnámsvöll líka, Korkusaga heita þær bækur. Og ég er búin að hrærast í þessu síðan. Hún setur niður kyn sitt á Bretlandseyjum, svo í Færeyjum og svo hér í Dölunum. Já, svo þriðja dóttirinn, þetta eru þessi 6 dætur sem að sonurinn á með Þuríði konu sinni og svo loksins yngsti sonurinn, eða yngsta barnið sonur sem heitir Ólafur Feilan og þriðja dóttirinn sem sonardóttirinn sem gefin í hjónaband Þorgerður. Hún gefin manni sem var á skipinu sem heit Kollur og með henni fylgir Laxárdalur allur og þá komið kyn Laxdæla sem ég síðan segir frá í Laxdælarsögu. En þetta ansi stór persóna en svo vitum við náttúrulega ekki hvað sannleikur í þessu og hvað skáldskapur. Hefurðu einhverja tilfinningu fyrir því? Já, mér finnst í stundum glittir mann alveg í hvað kjarni málsins. Hvað hefur haldist í gegnum aldirnar. Þetta búið að velkjast í munnlegri hefði 300 ár áður en þetta sett á kálskynið hér. Og sumt hefur fólki þótt mjög mikilvægt að halda til haga. Og sumt stutt á fleiri heimildum, eins og til dæmis þetta með kristnina. Nú Laxdæla talar ekkert kristni, hefur engan áhuga á því og talar hún hafi verið heygð í skipi með dýrum gripum sem að hljómar auðvitað mjög stórkostlega en ekkert sérstaklega sennilegt vegna þess að í Landnámu segir frá fullt af öðru frændfólki sem líka kristið. Hún á systur sem heitir Þórunn Hyrna, hún var gefin Helga magra sem var kristin, landnámsmaður og þau landnámshjónin í Eyjafirði og það sagt frá því að hann hafi verið blandinn mjög í trú. Hann trúði á Krist en hét á Þór til sjófara á harðræða og þetta hljómar mjög líklega. Fyrsta kynslóð trúskiptinga. Þú kastar ekki bara frá þér öllu sem þú alltaf treyst á fyrir eitthvað nýtt. Þú bara tryggir bara báðum einn sko. Það mikið sniðugra. Síðan Örlygur Hrafnsson sem sagður hafa byggt fyrstu kirkju á Íslandi undir Esjubergi á Kjalarnesi. Þau eru bræðrabörn. Þannig að það eru margar sögur kristni í kringum hana. Og hún elst upp á Suðureyjum sem þar búin að vera kristni í 2-3 aldir. Fólk þekkir ekkert annað.
það er keltnesk, gelísk viðurnefni eins og Helgi Bjólan. Bjól þýðir munnur, an er smækkunarending, þannig að hann gæti hafa haft viðurnefni lítil munnur. Mér fannst það minnst skemmtilega hugsun, sko, það gæti líka þýtt eitthvað annað með aðeins öðruvísi stafsetningu, en hérna ég stakk því svona inn í systkinakrytur á milli þeirra vegna þess að ég þurfti að undirbyggja þessi átök á Kjalarnesi. Strax í fyrstu bókinni þá læt ég slást sko út í móa, systkinin, og læt hann að stríða honum á þessu. En það hljómar eins og þetta hafi verið bráðskemmtilegt verkefni. Þetta er búið að vera gríðarlega skemmtilegt ferðalag.